Komið þið sæl. Það verða nú ekki mikla breytingar hjá okkur svona fram að helgi í það minnsta, nema þá kannski að það breytist það lítið hitastig og skýjahula en heilt yfir þá er austlæg áttin ennþá austlæg og úrkoman einhver bundin þá við austurhelming landsins og svona bjart, fyrir eitthvað bjart hérna á Suður- og Vesturlandi, sérstaklega svona þegar að líður á. En ef við lítum hér á stóra Atlantshafskortið þá erum við með þessa stóru víðáttumiklu lægð hér suður í hafi og svona smá lægðabóla sem að svona rennur tilbaka og saminast og hún klofnar svolítið í tvennt þessi stóra lægð þegar að líður á morgundaginn en gerir óskup lítið annað af sér. Úrkomusvæðið er þá einhver bundin við það sem við sjáum hér í rauðu litunum inn í Evrópu að það er sæmilega hlýtt en kaldar eftir því sem austar dregur. Ef við lítum þá á eins og fyrir okkur að þá er nánast engar breytingar, það er heldur mildara loft hér yfir svona vestanverðu, suðvestanverðu landinu en svona til þess að gera frekar svalt annar staðar en þetta er samt engin kuldi sem heiti getur fyrir en að kannski líður á vikuna og það bæði það sérstaklega þegar lægir og léttir til. En ef við lítum þá á hvernig þróunin verður hjá okkur í kvöld, nótt og fram að hádegi á morgun að það er svona svolítið svona éljaloft, þetta er svona hangir nú meðan það er skýjað, þá er hiti svona býsna nálægt frostmarki og kannski rétt undir frostmarki á nóttunni en svo skríður hann yfirleitt yfir á daginn. En svo þegar kemur fram undir hádegi á morgun að þá hefur létt til hér á vestanverðurlandinu og það léttir í raun ennþá meira til en það er býsna hvasst strengur hér svona skammt undan ströndinni þannig að vindáttin á morgun er austan, norðaustan 10 til 18 metrar mjög víða. En eins og áður sagði þá eru strengir hér sunnan við sem eru dálítið sterkari og getur slegið í storm en ekki gert ráð fyrir að þeir nái nema mjög litlu leið inn. Eins og áður sagði hitinn fyrir norðan svona rétt og yfir frostmarki en kannski upp í svona 5-6 gráður hérna á Suður- og Suðvesturlandi sérstaklega. Þróunin síðan áfram er að það mun halda áfram að létta til hér sunnan og vestan til. Éljalofti það dregur úr því þegar það líður á og svo þegar það kemur fram á miðvikudagsmorgun að þá lægir dálítið með þessu líka og það þýðir náttúrulega það að það kólnar þá hjá okkur enn frekar og hádegisbil þá er hitinn svona kannski svona 0 til 2, 3, 4 stig þar sem að er hlýjast hérna þar sem að er sólin nær að skína. Það er komið svolítið dægursveifla en það hækkar sólin hratt á lofti þessa dagana en það er eitthvað minni háttar éljaljaloft sem að er viðlóðandi norðurströndina og síðan á norðaustan og austanverðurlandinu en að öðru leyti rólegheita veður þannig lagað séð. Og svo ef við horfum þá á veðrið áfram yfir til fimmtudags að þetta er svona óttalega áþekkt. Það er vel bjart hér á sunnan og vestanverðurlandinu en svona éljabakkar af og til og á fimmtudaginn er vindur orðinn býsna hægur að sjá. Bjart mjög víða en eitthvað éljalloft svona viðlóðandi norðausturhornið og bara ágætasta veður en leið og lægir svona mikið og léttir til að þá herðir frostið leið. Og á föstudag er þetta áþekkt, það kannski sækir að okkur svona úrkomubakkar svona hér og þar og það er þá einna helst að sjá hér á suðvestanverðurlandinu að það gæti hangið þurrt en það verður svona frekar í skýjaðir í kantinum ef að spár ganga eftir. En við skulum þá líta yfir til Evrópu og við sjáum hér við Bretlandseyjar að þetta er svona ákveðið skúraloft sem að sækir þar að en hæð hér norður af Svartahafi beinir raunverulega þessu úrkomusvæði hérna inn eftir öllu Miðjarðarhafi og kröftuga skúrir og sums staðar er flóðahætta en hún er kannski einhver þó bundin við eins og við Biskajaflóann og Frakkland og ekki minnst Portugal og nær alveg inn í Spán. Þar hafa verið staðbundin flóð og svona ákveðnir erfiðleikar og viðbúið að verði viðvaranir áfram á þeim slóðum. En ef við lítum þá til Kanarí að þar er svona liggur það er hæð hér norður undan þannig að við fáum hérna bara til þess að gera hæga norðaustanátt, skýjað með köflum og hiti svona öðru hvoru megin við 20 gráður. Það er bjartara á suðurhluta eyjanna yfirleitt og þar eru öllu jafna hitatölur örlítið hærri. Lítum þá yfir til Ameríku, við erum með lægð hér norðan við vötnin miklu og svo sjáum við hérna í leifarnar af lægðinni sem er þá hérna suður af landinu hjá okkur. Hæð hér austan við Flóridaskagann gefur fínasta veður á því svæði og svo erum við með þessa lægðabólu hérna úti fyrir ströndum Kaliforníu sem gefur þá úrkomu bæði í Los Angeles og San Francisco en Seattle er öllu svona ekki eins venjulegt að séu með þetta bjart veður eins og gert ráð fyrir á morgun þannig þar verður fínasta veður en það er svona frekar kalt í norðurhluta Kanada en annars eru hitatölur í ágætu meðallagi. Skulum láta gott heita í kvöld, verið þið sæl.